GTA 5 lentur á PlayStation 4. Nú möguleiki á fyrstu persónu spilun, enn betri grafík og þeir sem eiga leikinn á PlayStation 3 geta haldið áfram netspilun á PlayStation 4. Elko, einfallega lægra verð. Here we go! Nú nálgast jólin óðfluga og við hér í Game TV förum ekki varhluta því og við höfum ákveðið að smetla hér í magnaðan lista yfir jólaleiki, 5 leiki sem eru grjótharðir og við... Hvað? Rólegur sko. Af hverju? Hvað er þetta að gera? Ég hef bara jólastemming, ég meina, hvað? Þú heldur að það... Veistu hvernig það lítur út? Nei, hvað? Við erum ekki að fara að frinta hérna, sko. Hvað mennur? Þú meikar tútt þessu greið? Jæ, bara ég aðeins viðkvæmur þetta fyrir hrifist aðeins rólega á. Slaka aðeins á. Má ég hafa húna þetta? Það máttur að húna, hún er sæt og fín. Ok. Jæja, ok, slaka og Ívar íhaldsami, tökumaður. Jæja, ok, byrjum aftur. Í anda jólana, jólin er að nálgast, þá ætlum við Game TV menn hér að fara yfir 5 grjótharða jólaleiki sem að þið getið spilað í tölvunum ykkar þessi jólin. Og fyrsti leikurinn á þessum lista okkar, það er leikurinn Elf Bowling. Þetta er náttúrulega sannkölluð klassík, þrátt fyrir að leikurinn sé reyndar algjört sorp, en hér fara leikmenn í hlutverk jólasveinsins og þarf hann að fella 10 álfa sem hafa raðað sér upp eins og keilupinnar. Nú álfarnir láta samt ekki segjast og koma með niðrandi setningar á borðið Is that all the balls you got, Santa? Eða á íslensku, eru þetta öll eistun jólasveinn? Nú leikunum var samt vinsæll og Ólaf sér allskins framhaldsleiki og meira segja teiknimynd í fullri lengd sem á sjáin á YouTube en hún heitir Elf Bowling the Movie The Great North Pole Elf Strike, þannig að ef þið hafið áhuga á því, þá endilega kíkja á það. Nú leikur nummer 2 á listanum er eiginlega svona viðbót við leikinn Saints Row 4 eða How the Saints Saves Christmas en Saints Row leikinnir eru líklega þeir klikkuðustu sem komið hafa út í seinni tíð og eru aukapakkin How Saints Saves Christmas, það er engin undantekning en hann inniheldur 3 verkefni í anda jólana eða þannig, þú veist, það er náttúrulega allt í blóði og einhverju rugli hérna. En leikmenn þurfa að bjarga jólunum og nota til þess mjög undarleg vopn og svífast einskis til að færa hinn sanna jólaanda til allra og það má benda á að þessi leikur er ekki fyrir mjög viðkvæma. En það er hins vegar hinn næsti leikur á listanum en það er Merry Gear Solid 1 Secret Santa en leikurinn er gerður af grjóthörðum Metal Gear Solid aðdáendum sem vildu finna hinn sanna jólaanda í alvöru svona stealth leik. Nú spilurinn er í ætt við Metal Gear Solid leikina og þarf jólasveinninn að læðast og komast til barnanna óséður og gefa þeim gjafir. Aðalsöguhetjan er hinn grjótharði Solid Santa sem svífst einskis til að koma gjöfunum á réttan stað. Nú næsti leikur á listanum og næst síðasti er Batman Arkham Origins. Nú margir til dæmis komast í jólastöð við að horfa á fyrstu Die Hard myndina þrátt fyrir að boðskapur hennar sé ekkit endilega í takt við boðskap jólana og það sama má eiginlega segja þennan jólaleik hér, Batman Arkham Origins en hann er ekkit sérstaklega jólalegur en hann kemst inn á hann lista þar sem hann gerist á jólunum og er svona smá Die Hard svona feelingur þannig yfir honum og það er svo sem enginn að verserast hér í að eitthvað að dúllast með Jesúbarnið eða gefa gjafir, þetta er meira svona ganga frá allskins illmennum en það er bara jólaandinn sem skilar þessum leik á listan. Nú síðasti leikurinn á þessum jólaleikja lista Game TV er leikurinn Santa's Rampage en í þessum svakalega leik er jólasveitnin búinn að fá nóg af álaginu og slátrar hann álfunum, hreindýrunum og öðrum sem búa með honum á norðurpólum en það er svo hlutverk leikmanna að taka til eftir blóðbaðið, þrífa, þetta er svona þrifleikur og menn þurfa að koma hér öllu í horf fyrir næstu jól. Nú þetta er frábær hugmynd, allavega mjög svona, hvað maður að segja, frumleg hugmynd og hún minnir okkur á það að vera ekki að setja of mikla pressu á vini og ættingja í öllu jólastúsinu, það getur nú bara endað með ósköpum. En, já, svo getur bara komið í restina. En þetta er listin yfir 5 jólalega leiki hér í Game TV og ef að þið hafið ykkur aðra hugmyndir þá endilega bara smellið hér kommentum að neðan. Hvað, má ég fá þetta núna til að leika það með það? Já, mér fannst þetta deila flottara. Ok, takk fyrir það.
GTA 5 lentur á PlayStation 4. Nú möguleiki á fyrstu persónu spilun, enn betri grafík og þeir sem eiga leikinn á PlayStation 3 geta haldið áfram netspilun á PlayStation 4. Elko, einfallega lægra verð.